Fangar og bara fórnarlömb kynferðisofbeldis almennt eiga erfitt með að viðurkenna að það hafi verið brotið á sig kynferðislega. Og hvað þá þegar maður er í umhverfi sem bælir niður tilfinningar og þú mátt ekki sýna veikleika. Þannig að þetta hefur alveg töluverð slæm áhrif á fanga að upplifa þetta í afplánun. Niðurstöður leiða í ljós að reiði verður meiri hjá föngur sem hafa upplifað ofbeldi og þá sérstaklega kynferðisofbeldi. Og þeir sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi í afplánun að þeir eru líklegir til að vera með einhvers konar vopn á sér og eiga erfitt með bara samskipti við samfangana sína. Þeir eru reiðari og þeir draga sig líka meira í hlé og eru með svona áfalleinkenni og svona klassísk og sem eru eins og martraðir og fight or flight og það. En það kom fram að það eru fleiri sem hafa orðið vitni að kynferðisofbeldi og heyrt af kynferðisofbeldi heldur en þessi viðurkenna það. Þannig að það gefur alveg til kynna að það er meira af kynferðisofbeldi en rannsóknin sýndi. Og það hefur verið tabú að ræða það því að þetta eru einstaklingar sem hafa brotið af sér og eru svona tabú í samfélaginu og þá er enn meira tabú að ræða það að þeir verða líka fyrir ofbeldi. Þannig að það þarf aðeins að opna umræðina á þetta og það er ekkert gott að hleypa fanga út sem er með áfallastreitu-einkenni, kannski ofan og gömul áfallastreitu-einkenni jafnvel Þannig að það gerir ekki samfélaginu gott og ekki þeim gott að koma út í samfélagi með þetta, þennan bagga. Það er alveg þörf á úrbótum, á aðstoð við fanga, þó að geðheilsuteymið hafi verið sett á legg, að þá vantar töluvert upp á. Og fangar þurfa að hafa svolítið mikið fyrir því, margir, að fá aðstoð. Þannig að þeir sem kannski vilja það, eiga erfitt með að fá hana. Við erum ekkert heilagri heldur en aðra þjóðir hvað varðar fangelsismál og ofbeldi í fangelsum. Rannsóknin sýndi að við erum bara rosalega svipuð. Eins og önnur lönd sem hafa gert rannsóknir á ofbeldi í fangelsum. Það eru alvarlega afleiðingar af kynferðisofbeldi og þær eru ekki síður alvarlegri ef það er fangi eða Jón og Gunna út í bæ. Þú veist, það er alveg alvarlegt að verða fyrir kynferðisofbroti bara yfir höfuð. Og það gerir það verra að vera fastur kannski inn í fangelsi með gerandanum sínum. Það gerir þetta óþægilegra og verra. Og þá getur maður límið sér að þau upplifa svona stöðuga ógn. Að það getur gerst aftur eða að það er eins gott að þeir skvíli ekki. Þú veist að þeir geta þá lent í vesenni. Þú veist, það er alls konar þannig, þetta er svolítið svona kúgun, getur orðið svolítið þannig. Og það er alveg erfitt að meðhöndla líka áföll í fangelsi að því að þegar maður fer í áfallameðferð, að þetta er mjög erfið meðferð og þannig þú fastur á stað sem er rosalega svona óstabíl og heitfengur. Það er erfitt að vinna, maður þarf að vera í safe umhverfi. Þannig að það hefur verið talað að reynist best þegar þeir koma út að vinna á kynferðisofbeldismálum og þannig. En það vantar samt alveg svona stuðning ef þeir leita, þú veist, þeir þurfa stuðning strax eftir. Já. Það er það sem er best. Það er betra fyrir samfélagið ef fangar koma endurhæfðir út með breytt viðhorf og meiri tilfinningastjórn til dæmis. Og það er betra fyrir þá líka, þeir fá meiri lífsgæði og finna kannski réttari farveg með lífið sitt heldur en þeir hafa kannski gert. Það má samt alveg líka tala að þú veist, karlmenn verða fyrir ofbeldi og konur verða fyrir ofbeldi, þú veist að það er alltaf lægi, en það þarf ekki að vera þessi keppni á milli sem maður hefur stundum upplifað og karlmenn mega alveg stíga fram og mér finnst það rosalega gott þegar þeir gera það, stíga fram og segja frá hafa orðið kannski fyrir kynferðislegu ofbeldi eða eitthvað þannig í æsku eða fullorðsárum jafnvel. Þannig að þú veist, það þarf hugur ekki